Já, komið sæl og blessuð og velkomin að vikuskammtinum. Hér fer ég, Marja Lilja, ásamt góðan gestum yfir fréttir vikunar, svona, já, með í léttara hjali kannski, þó að fréttirnar séu ekkert endilega voðalega léttar. En hér höfum við Viktor Óra Valgarðsson, dóttur Sæmundsdóttur, Sönnu Magdalenu, Mörtudóttur og Jakob Frímann Magnússon, verið velkomin. Takk fyrir. Hvar á maður eiginlega að byrja? Þetta er búið að vera, þetta hefur ekki farið mikið fyrir gúrkunni þetta sumarið. Það eru ýmist heimsmálin og svo eru þetta mikið, var tekist á í pólitíkinni hér alveg langt fram á sumar og það var svona eimaða því þessa í júlí og ágústmánuði. Maður er eiginlega þakkláttur fyrir gúrkufréttina þegar það koma, sko. Yes, já, svolítið þannig. En það kannski bara helst að byrja á Gaza. Því að það er líklega bara svona fréttamál bara þessa árhundras myndi ég halda. Tótla, þú ert auðvitað hjá Save the Children eða barnaheilum. Barnaheilum, já. Segðu mér hvernig þið eruð með ykkar fólk á svæðinu? Já, við erum með okkar fólk á svæðinu og fáum alltaf vikulega hryllingsskammta frá þeim. Ég var að koma af slíkum fréttafundi þar sem við erum að heyra það sem er að gerast. Þetta er náttúrulega bara hrikalegt að fylgjast með þessu. Við erum að horfa á tíföldun á alvarlegri vannæringu hjá börnum undir 5 ára. Starfsfólki, við erum með 2 stöðvar þar sem að starfsfólki okkar er að reyna sitt allra besta við ömurlegar aðstæður. En við erum náttúrulega bara að hlusta á þau líka að segja okkur frá því að þau eru að reyna að velja hvern af sínum sjúklingum þau gefa verkjalyf. Það er skortur á öllu, þau hafa ekkert að vinna úr. Já. Þannig að þetta er náttúrulega bara svona vannmáttur, heitir bara að fylgjast með mínu fólki einhvern veginn dag frá degi og staðan bara versnar og versnar. Og það eru fleiri sem lýstu yfir vanmætti. Kristrún Frostadóttir kom fram í viðtali og talaði þetta sama að þrátt fyrir sína stöðu og sem svona þjóðarleiðtogi þá fyndi hún fyrir sama vanmætti og við hinn. En það er svona, pólitíkin hefur svolítið verið gagnrýnd. Jakob, finnst þér við vera að gera nú? Já, við erum svo sem ekki að gera mikið, en ég held að það myndi engu breyta, þó við gerðum fullt. Það blasir við að hinn afar ógeðfelldi leiðtogi Ísraels er valdamesti maður í heimi. Hann er með Bandaríkjaforseta í rassvasanum með örlögurhreðjartaki og það sem að Jimmy Carter sagði fyrir mörgum áratugum síðan var að sá bandaríski stjórnmálamaður sem fær ekki alfarið að vilja Ísraelsmanna og gyðinga yrði aldrei kosin aftur. Það er nú kannski einn slíkur í Hvíta húsinu akkurat núna sem má ekki kjósa aftur. Þannig að ef hann hefði í sér dug og þor þá geta hann stoppað þetta sjálfsögðu. En það er Ameríka sem að knýr þessa stríðsvél og heimurinn stendur hjá agndofa og þorir ekki að æmta henni skemmta. Það gerir nokkuð skapaðan hlut. Það eru nokkru bara fyrir framann forsætisráðuneytið öðru hvoru og Alþingishúsi sem er að reyna að láta í sér heyra á Íslandi. Það mun að sjálfsögðu engu breyta þó að það sé fallegt að vita fólk taki þetta nægilega nærri sér til að fórna tíma sínum í eitthvað slíkt. En við munum hvað gerðist þegar Björk Vilhelmsdóttir mátti kasta fram einni ósk eftir langan feril í borgarstjórn. Það var það að slíta viðskiptasambandi við Ísrael. Það hljómaði eins og beint úr hennar ranni og þeirra sóma hjóna, en það var náttúrulega bara ekki hægt. Öflin, djúpríkið í heiminum segir bara nei við öllu slíku. Þetta er liðið sem á bankakerfi, fjármálakerfi heimsins, Hollywood og meira að minna allt sem að skiptir sköpum. Er þú komin þangað? Djúpríkið? Hvaða fólk er þetta sem er að koma í veg fyrir að til dæmis íslensk fyrirtæki, borgarstjórn, íslensk stjórnvöld slíti viðskiptasambandi við Ísrael? Ég er bara að segja á heimsvísu. Ég kalla djúpríki á heimsvísu. Af hverju er ekki alþjóðasamfélagið að sporna við því sem að blasir við öllum heiminum að er gjörsamlega óþólandi og er að valda vanlíðan, auðvitað ekki bara á svæðinu sjálfu heldur allstaðar þar sem menn er að fylgjast með. En það er djúpríki sér að vísi. Ég er ekki að tala um gamla íslenska djúpríki hér, alls ekki. Eða það sem að Trump er að tala um alltaf, svona sem að
meintu andófsöflin innan alríkisins í Bandaríkjunum sem á að vera að koma í veg fyrir allt sem hann gerir. Þú ert ekki að tala um það. Nei, ég er bara að segja, sko, ef hann teldi sig geta gert eitthvað, þá myndi hann vera löngu búinn að því, eins og hann sagðist alltaf að gera fyrir kosningar, bæði þarna í Úkraínu, en það er ekkert að frétta. En líka sko ábyrgð fjölmiðla, því þetta er hryllingur sem við erum að horfa upp á, og þá finnst manni mjög mikilvægt að fjölmiðlar sé að segja rétt frá, og þú veist, fjölmiðlar gefa ákveðna svona mynd af stöðunni og maður þarf að setja spurningamerki á bakvið það sem maður les, og það er ekkert endilega allt heilagur sannleikur þó að það birtist á fjölmiðli, sko, þannig að manni finnst svona ekki alveg vera að segja alltaf rétt frá hlutunum. Nei. Íslenski fjölmiðlar, meinur við? Já, þessi meginströms fjölmiðlarnir sem hafa kannski verið svona mest gagnrýndir af fólkinu sem hefur verið svona staðið og verið í forsvari fyrir réttindum Palestínu núna í allavega þetta síðasta þjóðhreinsunar tímabil. Ert þú sammála þessu, Viktor Orri, með fjölmiðlana? Sko, á alþjóðavísu, bæði breskir og bandarískir fjölmiðlar hafa náttúrulega verið hryllilegir, þó þeir hafa aðeins kannski tekið við sér bresku miðlarnir, sérstaklega núna undanfarin misseri, þegar aðeins svona, fannir að taka við sér eftir því sem að þetta verður ólýsanlegra og ólýsanlegra í hryllingi sínum. Íslensku miðlarnir finnst mér minnst RÚV hafa gert vel í því að fjalla hryllingin sem í gangi nánast hverju einustu kvöldi, þannig að maður getur varla horft á kvöldfréttir lengur eins og maður sagði, og Vísir líka ágættur í þessu, mér finnst alveg, ég veit það ekki, ég hef ekkert orðið var við það mikið að þessi svona leita mikið eftir í endla rangfærslum í íslenskum fjölmiðlum þetta mál, en þetta náttúrulega bara, þetta náttúrulega hræðilega sorglegt augljóslega sem í gangi, og það líka svo hræðilega sorglegt að fylgjast með því á hverjum degi að svona mannkynið sé ekki komið einhvern veginn lengra en þetta og nágrannaríki og bandalagsríki Ísland sé ekki komin lengra en þetta að horfa bara í hina áttina þegar að það bara augljóst þjóðamorð í gangi og Kristrún og þau í ríkisstjórninni eru ekkert í öfundsverðri stöðu af því að þau þurfa líka að hugsa viðskiptahagsmuni í Íslands og alls konar geopólitík og eitthvað. Ég er ekki viss að það sé endilega djúpríki sem slíkt sem að koma í veg fyrir að þeir geri meira en það er bara ef að Íslendingar, ef Íslands efnahagslíf biði skaða af harðari aðgerðum sem að þær myndu taka gegn Evrópusambandinu og Bandaríkjunum fyrir þeirra stuðning við Ísrael sem persónulega mjög myndi vilja, þá myndi það náttúrulega vera mikið bakslag gegn því á Íslandi, bara skiljanlega fólk sem að bara hugsa budduna og allt það væri pólitískt erfitt meiri sér á Íslandi. En þá veldur maður fyrir sér, sko, ég meina til hvað sér fólk í pólitík? Akkurat. Ef það er ekki til í að beita sér fyrir sínum eigin hugsjónum og gildum einhvern veginn. Já, algjörlega, og bara ef það getur einhver veginn upplifað þessa atburðarás án þess að gera einhver veginn allt sem að í þeirra valdi stendur en þá er ég ekki að segja eins og ég segi, þær hafa sagt og gert margt gott en það þyrfti í raun og veru að bara fara lengra því að Evrópusambandið og Bandaríkin eru beinlínis að styðja bak við þetta og við erum í nánum samskiptum við þau og bara pólitískt og það er svo mikilvægt að halda vinalegum samskiptum en það væri hægt að grípa til harðara aðgerða gegn þeim og það er ekki gert sem er bara sorglegt sko og það er einmitt. Myndu það einhverju breyta? Það er líka hinn spurningin sem að þær og þau verða að spyrja sig að og hljóta að spyrja sig að því og komast að þeir niður sem það mun engu breyta. En þarf maður ekki alltaf að gera hér rétta í stöðinu? Þetta þarf maður að hugsa hvernig er best að verja sínum kröftum svo maður nái árangri fyrir fólk sem að treystir á mann og maður hefur bara takmarkaðan tíma í lífinu og þarf að nýta tíman vel en líka bara einhvern veginn að gera allt sem mann er dettur sem að gæti mögulega gert eitthvað þó það sé ekki bara vekja fleiri til umhugsunar, fá fleiri einhvern veginn í lið. Ef þetta væri úr samvinsku pólitíkus þá myndu þau gera það. Já, allur þrýstingur sé hann góða, alveg saman hvaðan hann kemur. En svo verða þær að vega og meta, er það að fara að breyta einhverju? Við erum, sitjum við fótskör Ursulu von der Leyen að biðja að vera tekin í hennar náðarfaðm og meðtaka allt sem að hún að skengja okkur og Evrópusambandi núna, tollar í dag og hvað á morgun. Bandaríkin, jú, þetta á að heita varnarsamningur
tvíhliða varnarsamningur. Eru við að fara að verja Bandaríkin? Nei. Þetta bara að við erum smælingar, smá þjóð sem að fáum engu breytt. Við getum kvakað og gargað og tíst, það mun engu breyta. Við erum alltaf at the mercy of others. Eins og þetta í dag því miður. Þetta ljót lýsing. Ég held að rödd okkar geti verið sterk og sérstaklega ef við nýtum sérstöðuna að við erum, ég vil ekki segja smáþjóð, en við erum samt smáþjóð, við erum 400.000 mann sem við getum verið stór, þannig ég held að maður eigi þetta að nýta gera allt sem hægt allavega reyna, gera bara allt sem hægt Ég bara þó að það verði svona skráð í sögu, bara svo að það verði skráð í sögubækurnar, bara fyrir sálina, það gengur undan með góðu fordæmi. En líka bara 100% af því að við erum smáþjóð og við höfum ekki mikla peninga að spila eða og við erum pínu lítil í alþjóðasamhenginu, en við erum alltaf með röddu borðið og mér finnst þessi minnumáttukennd í alþjóðasamstarfi galin, að ég held við ættum alltaf að nýta röddina okkar þar sem við eigum hana við borðið. Og bara í mínu starfi í alþjóðasamtökunum þá finn ég alveg að mitt fjármagn pínut í miðað við alla þá sem eru í kringum mig. En það skiptir samt miklu máli að vera til staðar og að halda að stærri aðilum og það hefur áhrif. Já, ég meina Jakob talar að það sitji við fótskör Úrsulu en hún kom líka hingað. Evrópusambandið hefur líka áhuga á Íslandi. Ísland hefur margt Evrópusambandinu að bjóða, ríkt land, lögsagan okkar, staðsending, norðurslóðir. Það er ýmislegt sem Ísland hefur að bjóða, hvernig svo sem það yrði ef að Ísland myndi einhvern tímann gangi í Evrópusambandið, það yrði samið það. En það er ekki þannig að við séum, að þær sitji bara eitthvað í fótskör og geta ekkert sagt eða ekkert gert og séu bara að grátbæna hana einhver ölmusu. Þær hafa líka vogarafl, leverage og einmitt, þetta bara maður ólst upp við að heyra í raun og veru hvað ríkisstjórn Íslands varð sér til skammar með því að taka ekki við flóttamönnum frá nasistum eða senda þá tilbaka. Munu ekki framtíðar alast upp við að skamma sín fyrir það að Íslenska ríkið hafi ekki gert meira til að stöðva þetta? Og svo einmitt brottvísar Palestínufólki en þá, ég meina það ennþá líka fyrir að Útlendingastofnun hún bara stendur í því markvisst, bara að og meira segja brottvísa úrskurða brottvísanir til Palestínu sem kannski allt annar handleggur eitthvað sem ég veit vegna þess að ég sjálfboðið vinnu með flóttafólki Gleymum ekki að við vorum fyrst að viðurkenna tilvist Palestínu við höfum svona stigið skref sem alveg hægt að segja að við getum verið stolt af en meðal Vesturlanda Já, fyrst með ég er að tala um það En ég myndi segja að allt skipti máli þó að maður upplifir svona vannmátt gagnvart þessu og bara af hverju vera að deila einhverju á samfélagsmiðlum að skipta einhverju máli. Ég held að maður eigi bara gera allt sem maður getur, hvort sem það að deila einhverju, vekja athygli á einhverju, mæta mótmæli og pæli í því ef að fólki sem á mótmælum myndi ekki mæta og hugsa einhvern veginn, það verður örugglega slatti fólki ég ætla að vera heima. Pæli í því að allir myndi hugsa þannig, þá værum við ekki með þessar mótmæla göngur gangandi miðbæ Reykjavíkur og værum ekki með hennan háa þegar að vera að berja í pott og pönnur, þá væri ekki verið að vekja athygli á þessu, þannig að maður þarf að byrja einhvers staðar að gera eitthvað sama hversu smátt eða lítið það þá skiptir það máli, þannig ég held að sé bara mikilvægt að standa alltaf upp og segja eitthvað því að það er þjóðamorð í gangi og maður bara eitthvað, halló. Það mætti segja þetta skýrar í orðum, ég er alveg sammála því. Ríkisstjórn Íslands yrði sómi að því að segja bara klart og skýrt, lýsa algjöri vanþóknun á þessu og vanþóknun á aðgerðarleysi okkar bandalags. Það er ekki heyrst mikið í þeim hvort það standi til eða hvort það standi til eða þetta auðvitað eina af þessum lausnum. Þetta er auðvitað bara samfelldur hryllingur veldur mikilli vanlíðan öllum sem fylgjast með því. En þetta veldur líka því að athyglin sem ætti kannski að vera að stærstur hluta á innanlandsdílemmur á Íslandi, hún dreifist. Það er rosalega mikið verið að beina sjónum eitthvað út í heim að öllu öðru en kannski kjarnamálana sem ætti að vera hér í gangi á Íslandi. Það er hinn hliðin á þessu og svo maður getur velt fyrir sig að hverju eru þjóðirnar ekki að gera meira, stóru þjóðirnar, Bandaríkjunum og allir, þá ein amerísk klisja sem ágætt að minna sig á. Follow the money trail.
Þetta snýst allt þetta, að skerði ekki hagsmuni sína með því að móðga einhvern sem að ræður að ofan í bak við tjöldin. Og það því miður, Evrópa, Bandaríkin og sennilega flestir ríki heims eru bara alltaf að óttast það að styggja ekki þann sem öllu ræður í evra og þá ég ekki við Guð almáttugan. Það sérstaklega Evrópusambandið eða Guð almáttugan. Því miður hefur það allavega alltaf í Bandaríkjunum verið tilfellið að bara það enginn vogar sér að fara gegn Ísraelsstjórn eða hagsmunum þeirra. Ég held reyndar að Trump langi ekkert endilega til þess, ég held að hann hafi ekkert eitthvað rosa mikla samúð með því sem í gangi, en það hefur allavega hingað til vissulega verið bara eitt af því ömurlega við bandaríska pólitík. En það sem er líka áhugavert í svona þessu samhengi og framaldi af þessu með Gaza og hryllingin þar, það er svona hvernig stjórnvöld víða eru farin að bregðast við mótmælum gegn þjóðamorðinu. Þegar hertari reglur viðst hvar, ég meina Palestine Action voru þessi samtök sem hafa nú verið fangelsuð og gerðað hryðjuverkasamtökum í Bretlandi. Ef þú lýsir yfir einhvers konar ánægju með þau opinberlega þá ertu bara lokaðar inni með þeim. Þannig að það er svona maður finnur, fasismin er svona áþreifanlegur. Erum við ekkert hrædd við að þetta fari að svona skjóta hér rótum eða þetta komið? Ég er miklu hræddari við doðan í samfélaginu heldur en niðurbælinguna. Eða það er bara, fólk er að verða ónæmara fyrir hryllingnum og kýsa líta undan frekar heldur en að mótmæla. Þannig að ég prjóta persónulega óttast það frekar heldur en að við sjáum niðurbæling og mótmælum hér. Ef að kvíði þjóðarsjúkdómur Íslendinga, þá held ég að þetta hafi valdið auknum kvíða að fylgjast með því að fyrir löngu síðan blasti við að Sameinuðu þjóðirnar með 100.000 manna starfslið og milljarða ofan í að reka sig, stofnaðar sérstaklega til þess að heimsstyrjöld yrði ekki aftur eða styrjöld af þeim toga sem að var þarna lauk 45. Sameinuðu þjóðirnar reyndust gjörsamlega vanhæfar til þess að gegna því lykilhlutverki og fóru að einbeita sér öllu öðru eiginlega. Nú svo það alþjóðasamfélagi sem á að vera með siðferði og standarda og svona að segja hingað ekki lengra. Þannig að þú getur ekki lengur hort bara á aðalbyggingu Sameinuðu þjóðanna og hrist haus en þú eru horfir yfir allt sviðið. Og vonbrigðin yfir því að alþjóðasamfélagi skuli horfa upp á svona hrylling árum saman að þess að fá nokkru breytt. Það er sannkallað kvíðaefni. Það er áhyggjuefni fyrir hinnar yngri kynslóðir þessa land sem búin að vera í þeirri trúum að svona gæti ekki og mætti aldrei gerast. Það var ekki En líka, og líka viðbrögð við mótmælum að það er manni finnst vera mikil áhersla á viðbrögð við mótmælum, hvernig mótmæli voru, hvernig mótmælir hagaði sér, en þú veist ekki eins mikil umfjöllun þjóðamorðið sem er í gangi, sögulega samhengið, að þetta er ekki eitthvað sem þú veist, 2 ára gamalt, það er þarna samhengi sem er til staðar sem það er kannski að fjalla oftar og útskýra og svona sitja í meira samhengi, að það er einhvern veginn kannski mest lesna fréttin hvernig mótmælendur höguðu sér, hvað þeir gerðu eða hvernig þeir gerðu það eða hvenær þeir gerðu það, en ekki eins mikil umfjöllun finnst mér allavega í rauninni bara stöðuna eins og hún er. Og hún er flókin. Þannig að það þarf tíma. Gömul saga sem að nær 1000 ára aftur í tíman og menn geta verið í flækjufæti daginn út og daginn inn að þrefa aukatriði og aðalatriði og við fáum enga niðurstöðu. Já, en mér er samt þegar fólk segir að þetta sé svo flókið, það er rétt auðvitað forsagan og sagan og hvernig þetta leysa almennt samskiptið þess að fólk á þessu svæði er flókið, en það er ekki flókið að segja, það sem þau eru að gera þarna er ógeðslegt og ekki líðandi. Já, það bara má ekki svelta börn. Já, það var aðstoð strax. Það er bara líki. Já, einmitt. En það myndist einhver á tolla
Það nú eitt af þessum málum sem að fór ansi hátt. Ég verð viðurkenna að ég hef ekki mikið vitað sjálf. Ég veit ekki hvað það þýðir til dæmis bara fyrir mig persónulega þessir auka tollar, Evrópusambands og Trump. Ég spyr því stjórnmálafræðingur, hvað þýðir þetta fyrir okkur? Ég ekki hagfræðingur, bara fyrir varan, það ekki alveg það sama. En þú tókst þú tókst hagfræðin aðeins, eða ekki? Jú, eitthvað svona. Já, það einmitt það sem ég skilst á þessum, það Evrópusambands annars vegar og það virðist vera frekar óljósar forsendur fyrir því af hverju þau ætla að leggja þessa tolla á járnblendi og kísil og eitthvað á Ísland og Noreg og það skilst mér að sé fyrst og fremst eitt fyrirtæki á Íslandi sem yrði fyrir áföllum af því, það ekki Elkam hann á Grundartanga en þannig að það yrði basically raun og veru það að Evrópusambandið eða Bandaríkin leggja tolla á Íslendinga slæmt fyrir þá sem að flytja út til þessara svæða og vörur og það þá fyrst og fremst fyrirtæki, útflutningsaðilar sem að getur svo aftur haft neikvæðar afleiðingar inn í hagkerfið og fólk hjá þessum fyrirtæki missir vinnu og svo framvegis. Varðandi Bandaríkin, Evrópusambandið, ég held að það svona, mér skilst að það sé mjög afmarkað einhver veginn á Íslandi. Bandaríkin, þá eru að tala 15% tolla og Trump búinn að vera í einhverjum svona skatter, bara hríðskotabissu upp og niður, hingað og þangað, álagningu tolla á hina þessi ríki og við erum svona með þeim lægri og 15% sem sagt, en reyndar Bretland, Ástralía, fáein önnur ríki með 10%, væri mögulega hægt að semja sig niður í það. En svo aftur kemur þetta inn á, við erum ekki bara eiland, við erum hluti af einhverju alþjóðasamfélagi og Trump að nota þessa tolla sem einhvers konar kúgunartæki til að reyna að fá ríki til að senda sér meiri peninga, fjárfesta meira í raun og veru í Bandaríkjunum. Apple var að fjárfestaði mitt, einn stærsta fjárfesting bara ever. Afhendunum einhvern gullstöng í beinni útsendingu. Bara einfaldlega vegna tollana, þannig að þetta að virka hjá honum. Að einhverju leyti, en á móti kemur að þetta fer mjög illa með efnahag Bandaríkjanna líka og Hann segir að þessi tímabundið. Og svo verður þetta bara alveg dásalegu draumur. Já, hann segir ýmislegt. En þið hafið kannski ekki teljandi áhyggjur af tollunum? Ja, þetta þetta frekar afmarkað svið sem þetta beinist að núna, en mjór mikils vísir. Og ef við tilheyrum evrópska efnahagssvæðinu, sem var innganga hér mjög meðvituð ákvörðun tekinum út af tollum og niðurfellingu tolla. Akkurat. Þá eigum við ekki að setja þegjandi undir því að það sé hent á okkur að við séum allt í einu komin inn í Evrópusambandið og að lúta all þeim lögum sem þar gilda. Við erum í evrópska efnahagssvæðinu og við erum bara ekki í Evrópusambandið, ekki ennþá allavega. Við erum bara að segja nei. Og við erum líka að vera miklu fastari stígandi niður gagnvart Bandaríkjum og Bandaríkjaforseta vegna þess að þeir hafa nú ekki komið fram af neinni sérstaklega sæmd þó að þessi svokallagi tvíhliða varnarsamningur sé í gildi og við hefum verið stofnaðili NATO á sínum tíma. Þeir fóru hér 2006 með afar ósæmilegum hætti. Bara fyrirvaralaust, það var ekki sagt bless einu sinni. Nú hendar þeir rosa, kom aftur og þenjast hér út á Suðurnesjum. Það komin gigantísk herstöð. Mörg þúsund fermetra flugvéla og herflugvéla. 1000 hermenn? Alveg ótrúlegur vöxtur án þess að við höfum sérstaklega verið spurð það. Og menn rosalega þegar kemur kallið að Westan, hvort sem það frá Bússum, Íraksstríð eða einhvern annan, þá erum við rosalega lítil. Við erum ekki nægilega höfðingjadjörf að standa í lappirinn og segja, hörðu kallinn minn, ef þú ætlar að fara að koma hingað með þitt lið, það skulum við semja, skulum setjast niður og tala það vegna þess að það var nú víglína íslenska stjórnmála áratugaskeið, hvort ætti að hleypa ykkur hér inn yfir höfuð. Já, en þetta gefur kannski svolítið líka inn á þetta sem við vorum að tala með Gaza og þannig að það alþjóðalög séu virt. Við höfum allt okkar undir að alþjóðalögin séu virt. Vegna þess að við erum pínulítil eyja út í hafi sem er bara einhvern veginn svona svolítið óvarin. En meira en það, María, við erum með það sem allir aðrir girnast, það sem alla aðra skortir. Við erum með grænu orkuna. Við erum með fiskimiðin gjöfulu sem okkur tekist betur en öðrum að venda og stýra, hvað sem mann finnst veiðugjöld sem ekki voru innhent fyrir á þessu ári, það næsta. Og svo erum við líka með þetta stórkostlega landslag sem allir vilja fá að sjá með augum, ósnortið, paradísarland. Og við þurfum að einbeita okkur að því hvernig við verjum þessi gæði fyrir ásalni, gráðugra nágranna þjóða.
og annara sem kynnu að vilja girnasetta með sömu græðgisaugum og sama, sko, sömu ófyrirleitni. Og við erum að horfa upp á í beinni útsendingu á hverjum degi. Það eru kannski þegar á hólminu komið engir vinir í raun. Og þess vegna segi ég beinum augum okkar á því hvernig við stöndum vörðum það í staðan fyrir alltaf einbytta okkur að því að framselja það, fara að gefa einhverjum öðrum stjórn á okkar dýrmætustu auðlindu hérna. Þú talar já, hversi risanum? Mér finnst það þurfa að segja stopp nú með þessa, hvað kallar maður þetta, hervæðingu, öryggisvarnar í gæsalöppum, öryggisvarnar, æfingar, uppsetningar, flugvellur, hvað sem þetta heitir, allt saman. Það var ekki að leggja tolla á okkur með okkur, byggja okkur hönd okkar. Bara halló, sko, en þú veist, með tolla og svona ekki alltaf líklegt að þetta skilir sér einhvern veginn að almenningur verði látin greiða fyrir þetta með einhverjum hætti, en sko mér finnst með þetta ýmislegt sem að gerast bak við tjöldin og þjóðin ekkert spurð. Mér finnst alveg að það þurfa að segja eitthvað við því, sko. Ég búin að fara í heimsókn upp í utanríkisráðuneyti reglubundið í 7-8 ár. Og því ég bjó einu sinni í Bandaríkjunum og ég sæki á marga vini þar og sæki þar reglulega heim vini mína með nýfædd eða misgömul börn í fanginu á hverjum tíma. Þannig að þeirra bauð upp á 50.000 krónu flug fram og tilbaka til Kaliforníu, sem var dásamlegu tími. Herðu, ég tók eftir í þá lendi maður yfirlega á svipuðum tímum og Kínavélarnar og Hong Kong og svona. 1000 manna biðsalur, hvergi hægt að setjast, ekki mátti vera með síman í fanginu, maður með grátandi börn í fanginu, en vinir Bandaríkjanna fóru í gegnum Global Entry, Green Gate, en við á Monkey Class í bandaríska föruneytinu, við biðum stundum í 3-4 tíma, sko. Og ég fór að tala við utanríkisráðherra þess tíma þetta. Getum við ekki verið með Bretum, Frökkum, Belgum, Hollendingum og öllum þessum vinum Bandaríkjanna, sumum ansi, skulum við segja, öróttum, svona skringileg heita þjóðum þar í bland? Jú, þetta var allt saman skoðað. Og ég haldið þessu við. Aftur og aftur er að spyrja, getum við fengið að vera vinir Bandaríkjanna? Þeir vilja vera voða miklu vinir okkar. Nei, sorry, það hefur ekki tekist ennþá. Já, það er sko, ángar vinóttunar eða óvinóttunar svona tegja sér við það. Það er þetta sígilda bara ef það hendar mér. Já. Og við erum ekki nægilega frek á þessa svokölluðu vin okkar og við bara berja borðið og segja hingað ekki lengra. Nú skulum við tala saman ef þú vilt eiga við okkur samtal, farð annars bara eitthvað til Kolbeinseyjar eða einhver sker í úthafinu. Jakob, þú talar hérna að ferðast. Það var auðvitað, vikan byrjaði hérna á hörmulegu slysi í Reynisfjöru þar sem að lítið stúlka ferst þarna úti bara rétt úti við ströndina. Aldan tekur hana með sér og í kjölfarið í vikunni hefur farið ansi mikið fyrir umræðinni þetta, sko öryggi ferðamanna, sko, já, svona hagnaðadrifið, já, eitthvað skonar bákn sem að virðist engan enda ætla að taka. Það eru mikið af túristum. Ég ætla bara, já, kannski tótlega hérna, þetta hefur kannski ekki farið fram hjá þér, ég meina. Nei, þetta hrikalega slys fór náttúrulega ekki fram hjá neinum, en þú veist, þessi umræða er gríðarlega flókin. Þú veist, með til dæmis öryggismerkingarnar og hvort það eigi að vera verðir við allar strendur eða þú veist, hvað eigi að setja ykkur ákveðnar álagningar á landeigendur á hverjum stað, það sem eru vinsæli túristastæðir. Þetta er bara mjög flókin umræða. En við vorum bara að ræða þetta ítrekkað í vikunni með til dæmis þessar merkingar. Og maður sér þetta aftur að fólk bara labba fram hjá þessu, það pælir ekki í þessu, það sér ekki ljósin, það sér ekki umgjörðina. Og ég hef oft ferðast með erlenda vini sem bara sjá bara fjöru, sjá engar hættur. En þú veist, hvernig er best að leysa þetta? Ofboðslega einfalt. Girðing hingað ekki lengra. Já, allir að gera það á allar strendur á landinu. Nei, bara þessa strönd sem er búin að taka öll þessi mannslíf á skemmstum tíma. Þá segjum við bara hingað ekki lengra vegna þess að hér deyr fólk alveg reglubundið. En hinum við Vík þá líka, við Brúar og Foss. Við byrjum á ströndinni sem er búin að gleyma flest mannslífin. Byrjum bara að segja, hér er hættulegt að fara. Þá fer það bara hinum inn. Ég sé ekki hvernig það á að hjálpa. Já, ég segi bara þegar svona gerist, trekk í trekk, þá gónum við ekki eins og hálfvita bara á það og látum að gerast áfram. Við tökum til einhverja varna fyrir hönd þeirra sem eru hér í fyrsta skipti að álpast allar niður eftir og fá allt í henni yfir sig sjóin. En boð og bönn
þú veist, til lengri tíma, þú ætlar bara að fara á einni strönd í aðra til þess að loka fyrir. Ég held að gera ekki neitt gagn. Ég held að við verðum að horfa á okkur heildarmynd og skoða hvernig við ætlum að gera þetta. Ef við erum með gríðarstóran túristastraum á Íslandi, þá verðum við að bera ábyrgð á því og við verðum þá einhvern veginn að mennta fólk og passa upp á fræðslunar. En það að loka svæðunum, ég held að það ger ekki neitt. Þú ert ekki að loka þig nema bara, þú ferð ekki nær ströndin en svo og svo. Það bara ósköp einfalt. Þú getur að horta á þrídrangana og sjóin og allt þetta, en þú ert ekki að fara í fótspor þeirra sem hafa tapað lífinu þarna. En þetta var með gæslu 24 tíma á dag. Nú var frétt bara núna, eitthvað tíman eftir hádegi, ég held að það hafi verið upp úr eitt, það var kallað Landhelgis og björgunarlið kallað vestur í Jökulsá, þar sem að maður féll útbyrðis, hann var úrskurðaður látinn á staðnum, þannig að þetta að gerast út allt land. Spurningin þá, erum við kannski bara, hér við eitthvað svona ofurefli að etja? Eru alltaf margir? Erum við alltaf fá til þess að fylgjast með? Follow the money trail. Þetta græðgisvæðing í ferðaþjónustunni að fara með menn í hrakfarir, lífshættulega hrakfarir og rukka þá fyrir það. Þangað til það eru of seint og þeir geta ekki borgað, konur yfir mörkin. Einmitt, í þessari markaðsvæðingu náttúrunnar þá maður kannski ekki að nálgast náttúruna fyrir það afl sem hún maður einhvern veginn hugsar þetta sem áfangastað sem að verða heimsækja, fá sem mest upp úr, ná flottustu myndunum, koma sem næst, þannig að þegar einmitt þessi græðgisvæðing kannski í ferðaþjónustunni einhvern veginn að það þurfa að selja túristum áfangastaðinn, að þá þetta viltu fá sem mest út úr þeirri upplifun og ég sá einhverja umræði líka hvað það var einhver skýrsla sem var unnin minni mig með einhverjum ábendingum og því hafa ekkert verið fyllt eftir, ég man ekki alveg hvað kom þar fram, en ég held að sé alveg eitthvað við umgjörðina og mér finnst líka bara athyglisvert, þetta hræðilegt þetta sem gerist, mér finnst líka svona athyglisvert, maður hugsar við erum með 2 hópa af erlendu fólki sem að koma til Íslands, mismunandi ástæður, við erum með túrista sem koma og að skoða landið og svo erum við fólk sem ákveður að flytja hingað til lands eða leitast við að búa hér á landi. Við sjáum einhvern veginn að þau sem að leitast við að setja það hér á landi eru mjög auðveldlega að gera það einhverjum blórabögglum fyrir því sem að slæmt í samfélaginu, en ég ekki allan að sjá umræðuna að það þurfi einhvern veginn að loka landinu gagnvart ferðamönnum, að það sé svo mörg slys að koma sem að tengist túrisma og þess vegna þurfa að loka landi fyrir ferðamönnum sem þekki ekki landið okkar á hætturnar og við séum bara komin á þann stað að útlendingar sem ákveða heimsækja Íslands sé stór hættulegir og muni bara skaða sig sjálfi að koma hingað inn í Íslands þjóðfélag og hafa slæmar afleiðingar samfélagi. Ég sé ekki þessa umræðu einhvern veginn innviði í tengslu við massatúrisma, þannig mér finnst þetta svona dálítið athyglisverð umræða Ferðamennir sem eru heimskja landið, þeir sem eru að flytja innan EES og þeir eru ekki vandamál. Ég aftur augljóslega hræðilegt mál, ég ekki vita á öryggismálum per se þannig en svona heilbrigð skynsemi að það segir mér allavega að af hverju þetta ekki lokað þegar það mikil hætta allavega, það búið að loka, ég veit ekki hvort það sé sniðið sem við lokum heiðunum þegar það breyla viður og allt þetta akkurat mér skilst að skiltin hafi verið allt í lagi en annað þeirra fauk og það var ekki búið að setja aftur sem að það líka skrítið og kannski það ekki nóg jafnvel þó að væru 2 skilti en ég hef einmitt verið að hugsa þetta hvað varðum umræðinu hækkun gistináttaskatts og gjaldsins og það var það kannski hækkað, ég veit það ekki. Það var sett á. Já, það var sett á en það var verið að tala um núna bara í fyrra Já, ok, það hefur verið gistináttaskatts lengi, þú meinar að það var ekkert gistináttagjald fyrir það var bara sett á núna í fyrra. Okay, það var ágreitt bara núna á síðasta þingi. Já, ok, ég man allavega eftir umræðum að það hafi verið og þetta hækka en getur verið, en allavega þá það ein leið til að reyna að tempra allavega kannski túrisma sem að það svona gullæðið í kring. Já, nú verður Jóhannes Þór vinur minn örgulega brjálaður út í okkur og svona að því að það eru vissulega miklir hagsmunir þannig baki og það kemur fullt af gjaldeyri inn í landið og túristar svona almennt bara auðga mannlífið en það vissulega getur verið stundum kannski ómikið og það getur verið mikið álag á innviðin og mikið hætta. Þá má alveg velta fyrir sig bara nota svona stjórntæki eins og gistinátta. Kannski munurinn einmitt að þú varst að tala um skilti, þú veist það var gult, grænt, rautt gult. Þú veist, þetta bara þá lokað opið? Þú veist, þetta á flókið? Alls konar svona, þetta velta upp endalaust líka eftir á. Ég man ekki þegar ég fór að Niagara-fossana þá voru bara girðingar, maður komst ekki nær, það gæti ekki farið sér á voða. Það held ég að við, það var bent á það í einhverju blaðagrein í síðustu viku að raddir tónlistarmanna sem að ég tilheyri nú hver stjætt ég tilheyra.
þær voru samviskuraddir heimsins til skamms tíma. Svo hafa þær einhvern veginn þagnað og hljóðnað. Og hvers vegna? Jú, óttinn við það að vera grafin lifandi á samfélagsmiðlunum. Þá er betra að segja ekkert. Og þetta gildir ekki bara tónlistarmennina, þetta gildir stjórnmálamennina líka. Þeir þora orðið ekki að stíga niður og taka alvöru ákvarðanir viðkvæm eða umdeild mál af ótta við að vera grafnir lifandi og þá aldrei vera kosnir aftur. Þannig að þetta ákveðið dilemma sig að sé ágætt að vekja athygli á að svona mál fyrir 10-20 árum hefði ekki verið neitt mál að bara taka á þessu. Ekki vera alltaf að spyrja hvað finnst þér. Það eru of margir búin að deyja nákvæmlega þarna til þess að við ætlum að horfa upp á það mikið lengur. Þá gerum við eitthvað. En það er svo margt sem við erum ekkert að gera í sennilega sömu rótum að ótta við að verða óvinsæll næstu dag og eftir. Þú kannast kannski við þetta. Já, ég held að það megi nú segja hún hafi kannski verið hvað minnst í því að vera óttaslegin við það sem vinsælisti stjórnmálamaður. Já, það þekkir pressuna algjörlega og ég reyndar þekki hana líka, ég var aðeins stuttlega á þingi 2016-17 fyrir Pírata sem einmitt hafa alltaf lögt áherslu á og ég að einmitt segja og fylgja prinsipum og gera það sem er rétt þó það sé erfitt til skemmri tíma og þó það getur verið óvinsælt og segja það sem manni finnst og eitthvað. Og það er bara rosalega erfitt í pólitík. Það er ekki bara út af djúpríki eða samfélagsmiðlunum. Það er bara þegar það mæta þér allir þessir hagsmunir og allir þessir þrýstihópar og allir þessar skoðanakannanir og þessi umræðu og þessir akút buddu hagsmunir og bara ert að fara að taka láta þetta fyrirtæki fara á hausinn út af einhverju, það gæti einhver tíma gert þetta og svona og það þarf að vera að semja og svona, ég get tala lengi um þetta, það er bara það er fullt af fólki, ekki allir í pólitík, en fullt af fólki sem hefur sterk og góð prinsip, en ég held að langflest bara einmitt, það er rosalegur þrýstingur á að horfa frekar til skamstíma og horfa frekar á fjárhagslegu hagsmunina og það kemur aftur inn á það sem við vorum að tala um áðan með Gaza og svona, það er bara, já þau gætu verið fylgt prinsipum sínum til lengri tíma og farið friðsæll að sofa á nóttunni og allt það, en það myndi fullt af fólki vera brjálið út í þau fyrir að fyrirtæki sé að fara í hausinn hér og þar og eitthvað. Ég fann að rála smá, ég veit ekki hvað það tengir við. Má ég aðeins bæta við að þú segir, við erum á vissan hátt risastórt Disneyland, risastór skemmtigarður og orðspors áhættan sem fylgir því að byggja afkom okkar að svo stórum hluta á þessum skemmtigarði, hún er gigantísk ef að tækin okkar er alltaf að bila og fólk er að deyja þeim. Disneyland myndi ekki bjóða upp á það mikið að menn var að hrapa úr Parísarhjólinu þarna eða rúletti, hvað sem það væri. Við þurfum bara að fara að taka okkur tak í þessu úr því við erum að gera út þennan skemmtigarð, þá þurfum við að gæta öryggis. Þetta er ekki flókið. En Sanna, þú myndist þetta já svona, það er ákveð munur hvernig fjallað erlent fólk og erlent fólk. Það eru dvalarleyfishafar, það hefur nú aðeins verið rætt um þá í vikunni. Þorbjörg dómsmálaráðherra, hún skrifar pistil í byrjun viku þar sem hún talar um að það sé víða pottur brotin, hún ætli nú að fara að skoða dvalarleyfismálin og þetta var nú svona, það kom ekki beint fram í pistlinum svona nákvæmlega hvað hún var að ræða því að það sem ég hef tekið eftir persónulega í þessu samtali er að það er enginn verðist að vera að tala um það sama. Og það var svolítið mín tilfinning þegar svo tveir verkalýðsfélag við leiðtogar hófu að takast á sem að er auðvitað eitt af þessu, þeir setja eitthvað á Facebook, fjölmiðlar taka það upp og allt í einu er þetta komið í eitthvað svona slag og sem að gæti líka virkað eða haft fælingamátt fyrir fólki í opinberri umræðu, en allavega þá er virtust þar þannig á öndurum meiði. Þetta var Sólveig Anna og hún Halla Gunnars sem að svona skildu orð ráðherra með sikkurum hætti. Mynduðu þið einhverja afstöðu þessu máli, voruð þið í liði? Ég vil byrja, ég vil tala um hana greinina sem að hún skrifaði, hún Þorbjörg, dómsmálaráðherra, og ég las hana og mér fannst minn skilningur og mín upplifun aðallega einnig málsgreinarni í greininu var að það er ofmargt fólk búið að koma til landsins erlendis frá, innviðnir okkar höndlað ekki og heldur ekki velferðin. Og mér finnst þetta vera svona rasískur undirtótt, þar með er ég ekki að segja að fólk sé rasistara en eitt svoleiðis, það er bara þessi hugmyndafræði að
erlendu fólki fylgi vandamál og mér finnst það mjög neikvætt og mér finnst það mjög leiðilegt þegar að tala með þeim hætti. Auðvitað ef að fjölskyldaðin stækkar og þú býrð í 30 fermetra íbúð og þú átt 5 börn, þá þarfst að leita þér að stærri íbúð. Það er ekki já svo mikið af börnum þau eru að valda þarna álega á innviðin að klósett er alltaf stíplað eða þú veist það er ekki nóg pláss fyrir rúmin fyrir öll börnin mín. Þessi börn eru bara eitthvað vandamálið. Nei, þú þarfst þar að húsnæði. Þannig mér finnst mjög leiðilegt að vera að tala einhvern veginn að lítill hópur fólk sem að hefur sest að erlendis frá að það sé einhvern veginn ástæða þess að við erum ekki með nógu sterka innviði. Ástæðan fyrir því að við erum ekki með nógu sterka innviði því við höfum ekki verið með nógu öflug stjórnvöld sem hafa verið með góða húsnæðisstefnu, sem hafa verið með velferðarmálin í lagi, sem hafa forgangsraðað þannig að við séum með til dæmis námsgögn sem þurfi innan veggja skólana og svo framleiðis. Þannig að það er að vera að tala um eitthvað stjórnleysi, þá er það ekki vegna þess að fólk erlendis frá kýs að búa á Íslandi, það er vegna þess að við erum með stjórnvöld sem að í gegnum að hafa vilja starfað fyrir fjármagnseigendur, þannig að húsnæði sem byggist upp er ekki heimili fólks, heldur fjárfesting. Þannig að það er stjórnleysið, að við séum stjórnvöld sem að trekk í trekk hafa vilja standa með þeim sem leitast við að græða á grunnþörfum fólks en ekki að byggja upp gott samfélag fyrir okkur öll. Ég vil aðeins fá að gera greinarmun á þessu sem að Sanna nefnir að það er nauðsynlegt að flytja hér inn fólk til þess að við getum rekið þetta aktífa samfélag. Byggingariðna, ferðaþjónustu og alla innviðina. Án útlendinga, erlends vinnuafls, þá gætum við þetta ekki. Og ég held að við séum öll fagnandi því að eiga hér einhverja bestu veitingastaði með indversku mat í heiminum, eða tælenskum, eða hvað það er, og öll flóran á Íslandi er alveg stórkostleg í þessum menningar kemum öllum. Fjölmenningin, hún kemur sér vel fyrir svona litla eigu og en svo er hitt, af því við höfum verið að vaxa svo hratt og sérstaklega ferðaþjónustan að vaxa svo hratt og auðvitað sjónum fólks hefur verið beint að Íslandi sem einhvers konar draumaríki sem að sé gott að bú í, herlaus friðsam þjóð með gott velferðarkerfi miðað við flest í heiminum, að þá vill fólk koma hingað. Og ég held að andúð gagnvart útlendingum sé almennt alls ekki á Íslandi nema bara þeim útlendingum sem kjósa að koma hingað og leggjast upp á velferðarkerfið og skattgreiðendur og vilja ekki taka þátt í atvinnulífinu. Það eru útlendingar sem ég held að almennt sé ekki mjög vinsalir á Íslandi og maður skilur það út af fyrir sig af því að við eigum ekki alveg nóg til þess að gera vel við þá sem fyrir eru og ef það er að fjölga mjög mikið fólki sem vil ekki taka þátt í störfum og vera að leggja með sér, þá skilur maður ósku vel að menn segja hörðu og það eru cirka 5.000 milljón manns í heiminum sem myndu vilja komast hingað. Já, en Jakob, nú bendir allt til og samkvæmt öllum rannsóknum bendir allt til að atvinnuþátttaka útlendinga sé hvergi hærri í heiminum heldur en okkur til. Hún er prýðileg Hún er, og við erum að tala um bara næstu því, og hún er hærri heldur en þáttaka heimamanna. Já, ég held að hún sé bara fín. Hvar eru allir þessir útlendingar sem eru að leggjast á kerfið? Þú veist, það er stöðugt verið að tala um þetta, en við sjáum ekkert í tölunum það. Og það er svolítið það sem maður er kannski að benda á, að það er alltaf þessi stöðu orðræða sem veldur því að fólk sér þennan hóp sem einhvers konar byrði á samfélaginu á meðan allar rannsóknir í rauninni sína okkur allt annað. Já, nei, við buðum sérstaklega upp á það öllu fólki frá Úkraínu sem vildi koma hingað og öllu fólki frá Venezuela sem vildi koma hingað, komiði fagnandi því að það er erfitt ástand í ykkar heimalandi, komiði fagnandi og það kom í mjög stríðum og stórum straumum og það eru þetta líka álag á innviðina sem þýðir að það þarf að finna húsnæði fyrir alltaf fólk og þetta er það misjafnlega heppið í því að finna störf við hæfi og annað slíkt og ég veit ekki til þess að það séu mikið af auðnuleysingu sem komi hérna vísvitandi til þess að leggjast upp á kerfi, ég þekki það ekki en umræðan held ég að snúist ég held að hún hafi verið yfir 90%. Og ég fagna öllu góðu fólki sem vil koma en mér finnst líka allt í lagi að segja þetta sígilda sem að Rómverjar hafa sagt when in Rome, do like the Romans að við erum ekki að fara að breyta okkur í ykkar hætti komið því fagnandi og verðið partur á okkar samfélagi sem við höfum þróað hérna og mér finnst allt í lagi að segja það, ég heyri engan segja það, mér finnst það ekki vera rasíst eða anstækilegt komið fagnandi í þennan klúbb sem við höfum búið til við þessar aðstæður í gegnum aldirnar við þróað hér samfélag og verðið hluti af því og lærið íslensku og verðið með okkur í að byggja upp
stærra og öflugra samfélag. Að þú nefnir íslenskunni einmitt. Já. Já, bara ég hef ekki fundið fyrir miklum þrýstingi frá aðfluttum Íslendingum til að breyta mínum venjum og síðum að einu leiti, sko. Það frekar einmitt að ég fái bara að prófa alls konar nýtt eins og það myndist á og svona mannlífið kringum okkur verður fjölbreyttara og sko það sem að ég ætla aðeins bara aftur á Þorbjörg Sigríður, það sem hún virtist vera að gera með þessari grein sinni. Hún var að reyna að taka umræðuna frá sko hælisleitendum og flóttafólki og tala ok, það dvalarleyfiskerfi, það einhverjar brotalamir í því og við þurfum að þora að taka þá umræðu og svona og mér finnst líka allt í lagi að taka það hefur visslega orðið mjög mikil og mjög hröð fjölgun og kerfin þurfa að vera í lagi þó að við viljum fá mikið og bjóða mikið af útlendingum velkomin hingað. Ég bara samt skildi ekki alveg sko, jú, hún var með í lokin tvennt, hún ætlaði að leggja fram frumvarp að afnema þá reglu að ef dvalarleyfið þitt búið verið ferli 18 mánuði þá fáuru dvalarleyfi, ætlaði að afnema þá reglu og eitthvað með brottfararstöð og Keflavíkurflugvöll og eitthvað. En það var líka ákveðin, það gæti alveg, ég þekki ekki þessa brottfararstöð, en hitt gæti alveg mega sens. Flóttamannabúðir, þetta bara fínt orðið við flóttamannabúðir. Já, það er með hljómar þannig sko, en vil ekki, áður en hún útskýri nánar hvað hann á við. En sama og forverennar lagði til. Já, er þetta bara sama? Þetta er bara nákvæmlega sama og hún lagði sér sett áform núna brottfarastöð inn í kerfi, inn í samráðsgáttina núna í 2 vikur á meðan fólk var basically í sumarfríi, núna í júlí og meðan ágúst, þannig að það var sér sett rann út núna í seinustu viku umræður það. Ég held að þetta hafi farið fram hjá flestum af því að þetta var svona hápunkti sumarsins yfir 2 vikur og líka mjög svona órætt í rauninni hver þau áform eiga að vera. Fyrir utan að það má fangelsa börn núna í þessari brottfarastöð. Varðhald á börnum var vissulega það sem við vorum helst að fókusur á að reyna að koma í veg fyrir það að varðhald á börnum væri aldrei réttlætanlegt. Það var svona kannski sem vildum helst koma á framfæri En þetta einmitt það sem að snýra svo ofboðslega litlum hluta dvalarleyfishafa. Það eru fólk á flótta. Fólk á flótta hefur allan rétt til þess að koma til Íslands og sækja dvalarleyfi vegna þess að það eru mannréttindi og við erum bundin af mannréttindasamningu sem að bara kveða á að við þurfum að aðstoða fólk sem getur ekki verið heima hjá sér. Og það er bara ósköp eðlilegt. Og ég held að það sé 3/4 dvalarleyfishafa koma hingað úr Evrópu. Og þetta er fólk sem kemur til þess að læra og vinna og svo er það þessi 1/4 sem er utan Evrópu og það getur verið alls konar. Það getur verið líka til þess að vinna og læra og svo getur það verið fólk á flótta sem sko bara brot. Af þessum 1/4 sko. Þannig en umræðan, hún virðist samt sem áður snúast þennan viðkvæmustu hóp og það er talað að þetta sé fólk sem einmitt leggist upp á kerfið og þetta sé fólk sem sé í glæpum en máli er það að við höfum útbúið hér kerfi sem tekur óbúslega langan tíma fyrir fólk að komast inn á vinnumarkaðin leið og það kemur hingað og sækir dvalarleyfi. Þannig að við erum búin að skapa ákveðna svona menningu og jaðarsetningu fyrir þetta fólk sem við ætlum svo að fara að fangelsa núna. Börn jafnvel. Þannig að þetta er svona, þetta virðist vera verk stjórnmálafólks. Hvernig talaður útlendinga í viðkvæmri stöðu hérna? Nú er gjörólík stjórnvöld og voru fyrir 10 árum þegar þetta byrjaði allt saman sko. Og við erum í ruglinu ennþá að þér virðist og það er talað alveg óheyrilegar upphæðir sem þetta er að kosta 20 milljarðar sem þetta kerfi er að kosta okkur. Ég segi bara að við erum fámenn þjóð og við erum að fagna þeim sem vilja koma og létta undir með okkur. En við þurfum líka að taka móti þeim sem geta ekki annað en en er ekki allt í lagi að þeir veiti viðnám vinnufúsir hönd? Jú, en málið er að kerfið býður ekki upp að þau geti unnið því að það tekur svo langan tíma. Er kerfið að banna þeim að taka til starfa? Góð spurning. Væri ekki haldið utan vinnumarkaði þá værum við allt annars. Væri ekki rétt að kalla bara forsvarsmenn vinnumálastofnunar og þeir sem bara ábyrgð á málaflokknum hingað að rauða borðinu svara hyggstalaust einföldu spurning. Þessi kostnaður er líka við Þórður var með góða grein þetta líla. Þessi kostnaður, þessi 20 milljarðar var vist fyrst og fremst bara 22, 23 og 24 við móttöku einmitt flóttafólks frá Úkraínu og Venesúela og svo við að senda tilbaka fólki frá Venesúela sem hefði komið hingað á þessum forsendum sko. Þannig að það er svona aðeins kannski tekið úr samhengi. En ég heldur bara aðeins af því að hún sko, ég vil aðeins fókusera því að Þorbjörg var að reyna að fókusera einmitt frá flóttafólki. Það er ekki vandamál, var hún að reyna að segja.
en það ákveðin vandi í dvalarleyfiskerfinu og það sé of sveigjanlegt og við höfum að gera eins og hinn Norðurlöndin og Noregur og hafa strangari kröfur og hærra gjald fyrir það og eitthvað. Og það sem ætti einmitt, og ég las líka það sem að það hérna Sólveig Anna og Halla voru að tala og það voru svona einmitt svolítið að tala mismunandi hlutin og þú veist, jú, við þurfum að tala alla þessa hluti, en bara, ég ekkert viss að það sé endilega sjálfsagt mála við að vera með eins dvalarleyfiskröfur og hinn á Norðurlöndunum. Heilbrigðiskerfið á Íslandi vantar mjög mikið af starfsfólki, því haldið að miklu leyti uppi af filippsiskum hjúkrunarfræðingum, skilst mér, og af hverju ættum við þá ekki að sníða dvalarleyfisreglunar að því að okkur vantar kannski meira starfsfólk heldur en önnur Norðurlönd á ákveðnum sviðum allavega. Það svolítið það sem Þórbergur að segja, að taka mið af vinnumarkaði hvernig við hérna útbýtum dvalarleyfum. Já, en líka bara almennt að gera það strangara skildismin á greininni sem var ákveðin vonbrigði allavega. Já, menna, ef þú skoðar líka stórfyrirtækin á Íslandi þá ákveðin sérfræði kunnátt þessi bara vantar og það eru reknar ferðaskrifstofur innan þeirra fyrirtækja til þess að koma fólki til landsins og koma þeim inn í samfélagið. Svo umgjörð, hvað ætlum við að gera við hana? Erum við að tala það fólk? Það í samfélagi okkar eins og hámenntað og þróað og við teljum það vera einhver lamandi hönd yfir hinnu opinbera. Eitt dæmið það sem að þurfti aðeins að taka til í núna nýlega þessi veitingamenn sem hafa þurft að bíða mánuðum saman eftir afgreiðslu á einhverjum stimpli inn í kerfinu. Einhver maður búinn að bíða í 7 mánuði á fullri leigu og hérna á Barónstíg með að geta opnað kaffihús. Nú veit ég ekkert gott. Nú veit ég ekkert hvað þú ert að tala um. Jóhann Páll, hann ætlaði eitthvað að flýta fyrir það. Já, hann spottaði einhverja algjöra glóruleysa vitleysu í einhverjum reglugerð sem þú blæst bara á borðinu. En að láta menn vera að borga leigu mánuð til mánuð við það að bíða eftir einhver drullislega stimpla eitthvað plagg. Þetta, við getum heimfært þetta á hæliskerfi. Ég að segja það nefnilega. Ég held að óþekkti embættismaðurinn sem mjög fræg stytta hérna niður við Reykjavíkurtjörn, hann séð alltaf maður sem ætti að setja í fókus. Óþekki embættismaðurinn sem ekki að vinna vinnuna sína, þetta að hisknin hefur náð á honum heljartökum. Ef þú ert fastlaunaður hjá ríkinu eða hinu opinbera, þá rosalega erfitt að losna við þig. Og ég ansi hræddur að ansi margir sestir í eitthvað þægilegan hægindastól og sé ekki hreinlega að klára vinnuna sína. Og svo kemur svona gutsy maður eins og Einar Barðarsson og þá allt hitti borgarstjóran og þá allt í fer á fleygiferð. Þá byrjað að stimpla, þá byrjað að vinna. Og ég held að við þurftum að taka það til í raskatinu á kerfinu á ansi mörgum stöðum. Það er nokkrar hliðar á þessu máli og en sko með dvalar leyfi og ég held að það sé bara eðlilegt að ræða, þú veist hvernig umgjörðin og hvað virkar sem best og hvað þurfum við að laga þar ef það eitthvað sem þarf að einblína á sem hefur ekki verið skoðað og hvað ætla ég nú að segja. Mér finnst aðalega kannski sko, þú veist, mér fannst bara leiðilegt að því mér fannst eins og svona fyrri partur þessara greinar sem að dómsmálaráðherra skrifaði vera dálítið bara eitthvað svona segja undir rós en samt ekki undir rós, bara eitthvað útlendingar eru vandamálið og maður eitthvað svona maður þarf nefnilega að passa svolítið í orðin sín. Það er verið að tala þú veist, alls konar brot á vinnumarkaði og við viljum auðvitað uppræta það, auðvitað þarf að vinna gegn mansali og slíkt en þú veist, ég held að sé aldrei hænan og ekki skilur hvort kemur á undan hvar ætla maður að byrja að vinna gegn þeim réttindabrotum sem að eiga sér stað á vinnumarkaði. Það var kannski að tala þetta sem ég var að nefna áðan, það væri kannski brotinn pottur í kerfinu sjálfu. Þetta var ekki vandamál útlending, þetta var í vandamál íslenska embættismanna sem klári ekki vinnuna sína. Ég held reyndar að til varnar félögum okkar að því að Ísland svo lítið samfélag, en ég ekki að hugsa neitt sérstakann bara í kerfinu að þetta sé ekki spurningum svo rosalega latt fólk, heldur meira ferla og sem ekki nógu góðir í einhvern tilvikum og fjármagn sem ekki nógu mikið og bara mannauður, það er ekki nógu mikið af starffólki stundum til að anna í litlu stjórnkerfi þessu. En má ég segja eins með Þórbergur, það var einmitt breyting í tón sem var nokkuð ljós og það er svona eitthvað sem að pólitík maður sér alveg þau eru að reyna að senda út smá annað signal, þau eru ábyrg í Það er verið að tala inn í ákveðna orðræðu, upplifði ég. Já, algjörlega og það vinkona mín Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir benti á Facebook að 2023 hélt hún ræðu á þingi þar sem hún segir meðal annars rannsóknir sýna að íslenskur vinnumarkaður rannsóknir sýna að íslenskur vinnumarkaður þarfnast starfsfólks í ýmiss konar störf, bæði störf sem krefja sérhæfingar og menntunar en líka ófaglært fólks. Dæmin eru til dæmis nærtök úr heilbrigðiskerfinu og
og því ætti að vera forgangsmál og forgangsatriði að laða fólk hingað til lands og það eru tækifæri í þeirri hugsun og nálgun. Þetta svolítið annar tónn allavega. Og það stutt síðan, það 2023. 2 ár síðan. Já, þannig að þetta svona, en maður reynir að horfa á efnið líka, ok, hvað konkrétt að segja, getum rætt það, en það eftirþektavert þegar fólk svona sendir út einmitt eins og þú segir, það smáanir tóll. En útlendingastofnun, hvernig getur tekið marga mánuði að afgreiða eina umsókn? Skilur, það er eitthvað sem hefur það er rosalega dularfull tregða í því kerfi og það er bara ljótt að gera fólki þá er líka hægt að segja bara alveg sem maður kynntist fyrir árum í Bretland til dæmis svarið er annarkvort já eða nei þú færð að vera eða þú færð ekki að vera þá verður bara aftur heim til Íslands og það þarf ekki að taka marga mánuði að komast að þeirri niðurstöðu og vera með alla hérna á einhverjum biðlaunum eða biðstöð á meðan ég hugsaði þetta einmitt þegar ég sá þetta með 18 mánaða regluna það er rosa mikið vandamál og fullt af fólki sé að fá dvalarleyfi af því að ferlið er búið að taka 18 mánuði og það fer sjálfkrafa þá fyrsta sem ég hugsaði ok, við þurfum greinilega að laga þetta ferli og stytta ferlið og kannski auka fjármagn eða skoða ferlana sem er í gangi eins og sé, ég efast að fólk fái sér færri kaffibolla eða lesi eitthvað dagblað aðeins minna í vinnunni sé endilega stóra vandamáli kannski er einhver staðar einhver svona vinnukúltúr en ég held að það sé aðalega einmitt bara að þau eru kannski frekar að horfa á það og þá en svo myndi svona líka og það var eitthvað svona glufur sem fólk verið komið í gegnum mannsal og eitthvað ég þekki það og ég meina við höfum þetta séð það og það hefur verið margbent á það er hérna einhvers konar glufa mitt fyrir vinnumannsal en ég meina það er þá eitthvað sem að við erum einhvern veginn setjum öll svona útlendingamál innan gæsalappa undir sama hatt og það er náttúrulega bara ekkert rétt að gera það það eru fjölmargar þjóðir í heiminum þær þurfa mismunandi frá okkur og hérna og þú veist bara að því að við erum partur á alþjóðasamfélagi en við nú er klukkan orðin ansi margt ég ætla að halda áfram með smjörið, það eru hinsegin dagar eitthvað gleðilegt ég var einmitt sem þetta vera létt Það var bara áður ferð þangað að segja ég hef fulla trú á Þorbjörgu og honum Jóhanni Páli mér finnst þau vera svona dæmi svona röska unga stjórnmálamenn sem ég vænti mikils af og ég ætlast til þess að þau rísi undir þeim væntingum á svona fleirum þarna inni það vonum við öll ég vona ég sjá þau á hinsegin dögum bara í göngunni á morgun hvað ætli þið að mæta? Já, það er planið. Já. Það er búið að vera alveg ofboðslega flott dagskrá í þessa vikuna. Ég held að ég gaf því alveg sérstaklega gaum. Ég meina það var ráðstefna og það hafa verið alls konar fyrir alla fjölskylduna. Er eitthvað svona sem að hefur staðið upp úr? Staðbúr. Já, þú veist það var bara rosa mikið af flottum sérfræðingum allstaðar á heiminum sem koma á ráðstefnuna. Mér finnst það alltaf skemmtilegast eitthvað svona fjölskyldudagskráninn og börnin og ísinn og gleðin og svona. En svo er þetta náttúrulega líka kröfuganga og það má aldrei gleyma því. Að það er náttúrulega, það er fyrst og fremst hugsunin þannig að við höfum ekki alveg gleyma okkur í regnbónum líka. En verðum við ekki líka að fagna því að vera í fyrsta sæti yfir allar þjóðir í gjörvöllum heiminum sem virðir mannréttindi og réttindi fólks til þess að ákveða sjálft og stunda sitt eigið engalíf án áreitis og afskipta að staða kvenna hér er metin svo besta í heimi varðandi jafnrétti en ég er ekki að segja að það er leggja niður hérna kröfur jafnrétti og mannréttindi þó að við séum í efsta sæti í einhverjum mælingum En mér finnst ástæðilega að pakka þess að ég erum í þriðasætili. Mér finnst full ástæðilega að pakka því sem að vel hefur tekið til. Já, ég held að það er líka ákveðin afrakstur, ég minni bara á stöðu samkynhneigðra á Íslandi fyrir sirka 30 árum. Þegar þeir voru í felum í raunveruleikanum. Næst þegar fólk er brjálað út í mótmælendur þá getur það hugsað út í akkurat þetta. Það er nefnilega með kröfugöngum og hávaða og pottaglamri sem að hlutinni vinnast og stundum bara málingaskvættum og brotnum rúðum. Það er bara, er eins og það er. En gleðigangan í Reykjavík er þetta alveg einstök örgli í heiminum miðað við fjölda þjóðarinnar að eiga svona stóra, þetta er miklu stærra heldur en 17. júní var nokkuð tímann. Við erum alltaf hlutfallslega best. Já, það gleymum ekki því. En bara af því að það hefur verið boðað skemmtileg dagskrá og menn frábært veður skilst mér líka. Já, akkurat lit og líf og skemmtilegheit. Svo líka þetta með laglegu réttindin og félagslega samfélagi. Það er algjörlega, það sem þú varst að vísi áðan er að við erum í þriðasæti yfir lagaleg réttindi í Evrópu. Akkurat. Á eftir hverju? Möltu og hvað var hitt? Ég man ekki hver hoppaði yfir okkur í ár. En allavega,
En svo þetta líka, það verður alltaf að fylgja félagslega kerfið. Við megum aldrei gleyma því að lagaleg staða eitt, en það alltaf hægt að taka hana á okkur. En það verður, samfélagi verður líka að fylgja með. Þannig að það sem við erum búin að sjá núna undanfarið, sem þessi undiralda, sem ókveikjandi, að það fókusun okkar núna. Það það sem við þurfum að vinna í. Undiraldan í hverju fyrirgefðu? Bara í fordómum gagnvart hinsegin samfélaginu. Hefur ekki orðið var við hana? Ég hef heyrt hana, ég hef ekki upplifað hana svona í samtali við fólk, þvert á móti, en ég hef heyrt talað að það sé undiraldan þeim toga, já, ég ætla ekki að andmæla því að ég þekki það ekki. Já, nú ég ekki hinsegin, en systir mín Alexandra Brím náttúrulega trans og og ég sé mikið af mjög ljótum ummælum á internetinu hana og annað hinsegin fólk og þannig að þessi bakslægið augljóslega að einhverju leyti allavega komið hingað og það mjög bara einmitt niðurdrifandi það sem að gerast í Bandaríkjunum og víðar og það full ástæða til að berjast gegn þessu bakslægi. Þannig að já, Alexandra og Bergþóra kærasta mín alltaf saman á hana Fortune Feimster kvöld. Ég passa Sóldísi okkar litlu á meðan 4,5 mánaða og kemur á sitt fyrsta Pride á morgun. Fortune Feimster, segir hvað það? Það uppistandari. Ekki sjálfur séð, hún var í RuPaul's Drag Race stundum og svo hvað heita þættinir eftir sem var í allavega. Ég rosalega líli. Já, ég nefnilega ekki, ég var að vona einhver það var einhverju þættir sem ég ekki, já, allavega. En pæli í því ef að, Já, nei, bara, já. En pæli í því ef allir hefðu setið heima, ef að enginn hefði farið út og ef að kröfugangana hefði ekki byrjað og þú veist, það var árið 1900, var ekki 99 og 2000 fyrstu frelsisgöngunar og það voru svona kannski ekki alveg, hvað sem að viðbröðin sem að kannski fólk var svona að búast við, en svo bara þetta miklu stærra, Ingólfstorgi 93 og 94 þá held ég fyrstu frelsisgöngunar og svo kom hérna smá hlé þannig að það bara mikilvægt að fara út og taka þátt og samstæðan hún byrjar einhver staðar af því að einhver ákveður að nei, ég ætla að sýna þessu máli stuðning. Einmitt, svona, samfélagslegur stuðningur. Ég held að allt fólk þurfi á samfélaginu sína að halda, ég held að því sé ekki logið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma að rauðaborðinu í dag. Það var alveg frábært að hafa ykkur hérna og ég óska ykkur góðrar helgar. Takk fyrir. Og ykkur sem að áhlítuð og horfið á þakka ég einnig samfélgina og minni á að það er eftir að gerast áskrifandi af samstöðinni á samstöðin.is. Það er lítill hnappur sem ástendur áskrifta sem hægt er að leggja til hóflegt gjald til þess að halda þessu skemmtilega og áhugaverða batteri og umræðinu hér við borðið áfram. Kærar þakkir og góða helgi.